Jæja, áttu góðir, velkomnir að Skjánum Sport TV með ykkur hér í Laugardalshöllinni. Hér að fara fram undanúrslitaleikur í fútsal og Freyr Brynjarsson heiti ég og mun lýsa þessu með ykkur hér í dag. Fyrsti leikur í undanúrslitunum Víkingur Ólafsvík gegn Fram og þessi lið unnu í áttalega úrslitum. Víkingur Ólafsvík vann Stálv 15-1 og Fram vann Álftanes 8-2 og leikurinn hafinn. Framarar hefja hér strax skot framhjá til að fara yfir liðin. Atli Fannar Jónsson í markinu hjá Frömmurum. Arnór Daði númer 16. Hér skot, það fer af leikmann nr. 7, Eyþóri Helga. Holtinn út á, nei, hér glæsilegt skot en Íslanda. Víkingar halda boltanum. Hér aftur Emir nr. 13. Alfreð Már. Hér kemur Gúrlundar Tómas númer 10 og nefn 7 númer og Þorsteinn Már númer 10. Og í markinu Vignir Snær. Hér kemur skot og hann liggur inni. Fyrsta markið komið og það Emir Tókara sem að skora það. Skora hér strax á fyrstu mínútu þessu leiks. Þetta tvisar 20 mínútur og ég má búast við slatta mörgum. Það innkast eða útspark. Hér tapaði boltanum, það hornspyrna. Alltaf verið boltanum Þorsteinn. Hér á Tómas aftur á Emir. Þeir spila hér vel á milli sín. Þetta glæsileg snúningu hjá Þorsteinn segi ég. En Emir fær boltann tilbaka. Þessi bolti var inn en þarna var Alfreð ekki langt frá því að stela boltanum. Skemmtilega regla að segja frá því markmaðurinn má ekki koma við boltan nema einu sinni hann búinn að gefa á samherja, þá verður mótorinn að koma við boltan áður en markmaður kemur aftur við hann. En það að segja, ef hann inn á sínum vallarhelmingi, ef hann kemur inn á sóknarhelmingin, þá má hann koma við boltan þegar hann sóknar maður. 4 sekúndur reglan, hún felst í því að það þarf alltaf að taka innan við 4 sekúndur aukaspyrnur, markspyrnur, engust, allt þetta. Og við 7. brot þá 10 metra víti og það 1 brot sem að Framar búinn að fá á sig hérna.
Þannig að það þarf að passa sig. Þessi bolti út af. Þeir pressa Framarar en þetta svo tilbaka. Koma Víkingar aftur 1-0 yfir og Alfred tekur skotið þar yfir. Boltinn, hann minni en menn eiga að vera vanir í miðstjórnarflokki. Þetta Fjarki en jafn þungur og Fimma. Hann skoppar lítið þessi. Úff, hér brot og það Framarar brotlegir aftur, annað brotið þeirra. Já, eins og við sést á hérna á klukkunni þá talin brotin upp til hliðar. Við fáum að sjá það hér í þessum leik en Framarar konur með 2 brot, mikil barða og hér Framarar konur 3-2 og þeir hljóta að skota. Dauða færi hér hjá leikmanni númer 8. Það Heimir Þór Ásgeirsson sem komin inn á. Alfred hvílir. Aftur brot. Þriðja brotið sem að Framarar fá á sig og innan kemur leikmaður númer 8 Kristján Atli Martinsson hjá Frömmurum. Hér Framarar, vel gert hjá Tómas Lúba. Tómarinn, við sjáum það telja fendurinn upp og telja puttum í sekúndunum og ef liðið klikkar á því þá fær hitt liðið engastig eða aukaspyrna. Hópur aukaspyrna tilur ekki til brota. Hér Víkingar með dauðafæri. Heimir Þór með góða sirpu hérna reynda að senda á Þorstein en Þorstein náði ekki að teygja sig í þennan bolta. Leikmann númer 30 komin inn og líka Alexander Már. Og leikmann númer 14 Magnús Snær. Það láta boltan fljóta vel á milli sín hérna. Víkingarnir eru 1-0 yfir. Þeir verður andra hörkuleikur. Víkingarnir unnur sín riðil og Framarar reyndar unnu hann ekki. Þetta báða leikjum sínum þar móti Selfoss. En þeir eru svo góðin örugglega í gegnum 8 liða úrslitin. Mikið bara þetta Alexander með langa settingu fram en Tómas hreinsa þennan út af. Og reykastið Tómas kemur boltanum út af. Leikmann númer 5 hjá Frömmurum Halldór Jón. Þetta við ekki dæmt þarna. Þetta við Magnús komið inn til skotið.
og aftur skotið, það yfir Alexander. Já, það var brot hér áður. Ef að þeir láta leikinn halda áfram dómararnir þá geta þeir dæmt brot á viðkomandi lið eftir á. Og það gerðu þeir hér ef þeir fara miðina og gefa svona skrefdóm eins og við þekkjum það. En með höndunum, en það eru Víkingar sem voru brotlegir á hann. Þannig að þeir eru komið með 1 brot á sig. Mega mest fá 5, en 7. er víti á 10 metrum. Við sjáum punktin hérna rétt fyrir utan punktarlínuna. Það eru 10 metrarnir. Ef að brotið er fyrir innan það þá mega þeir taka vítið, en þó ekki styttra en þetta er ógurlegt. Boltinn rúlandi og þá missa þeir boltan. Boltinn rúlaði inn á, hann verður að vera á línunni eða rétt fyrir utan og alls ekki að rúla inn á. Það sjáum við aftur markmaður með boltan á bara 4 sekundur í kringum. Tómas Lúba, hann gefur gegn og skorar! Tómas skorar annað markið. Vel gert í honum. Þarna voru framaðir klaufar. Það var Magnús Snær sem að tapaði boltanum. Hér er hann. Hann kom boltanum á Alexander, nærði ekki. Það var að Víkingar aftur eru X-metrar í futsal 2015. Spurning hvort þeir ná að verja þann titil. Lítur vel út hér allan að komast í undanúrslit, en er skemmtileg sending. Þetta er vel gert og dauðafæri og mark, og það er Þorsteinn sem skora. Þarna var leikmann nr. 2 Admir Búbar komið inn á og hann náði skotið, en Þorsteinn stýra honum netið. Þetta verður erfitt verkefni fyrir Framara. Víkingarnir greinilega mjög duglegir. Sjáum við Vigni í markinu, hann er ekkert að leysa þess með markmannshanska. Hann er greinilega hefur ekki notur þá hér í dag, eða hvort hann hefur glemt heima bara. Hér eru Víkingar skot, þetta er varið. Þetta var Kristinn Magnús Pétursson sem átti þetta skot. Og hér er Kristján með skot og Vigni verið þetta í markinu. 3-0, 7 mínútur liðnar af fyrri hálfleik. Hér er dauðafæri, en frábær vörn hjá Magnúsi Snæ. Þarna var Kenan Túdía komin í gegn. Kenan aftur heldur boltanum inn á boltinn út af núna. Halldór Jón sparkar hann út af. Heldur alveg braka á Admir, en þeir missa boltan og skotið af varnarmanni. Það var leikli. Framarar taka leikli og Ásmundur getur ekki verið sáttur við þessa framstöðu hingað til. 3-0 undir og hún að brjóta 3 á sér. Ásmundur að fara aðeins yfir leikskipulagið. Það er eins og ég segja á hann, þetta er skemmtilegir fítursar á þessu futsali.
4 sekúndur reglan eins og við sáum á hann. Markmaðurinn má fá boltan en einungis einu sinni en það endur æsist leið og andstæðingur kemur við boltan. Þannig að það má senda á markmann úr innkasti eftir að varnarmaður hefur sparkað hann út af, en ef þið takið eftir dómarum leiksins þá leið og markmaðurinn tekur við boltanum þá byrjar hann að telja með puttarblóttið 4 sekúndur og markmaður má ekki vera lengur en 4 sekúndum með boltan. Þeir afsemaður áður, hér markmaðurinn voru notaðir í sókninni inn í gamla innanhúsboltanum, en ef hann kemur hérna að sókna með eins og hann núna næstu því þá má hann taka þátt í sókninni. Þurfum við, það þarf að bíða til flutinu. Framarar með eitthvað kerfi hérna sýnist þeir ætla að nota markmanninn. Nei, ekki með skot. Víkingar vinna boltan. Kenan reyna að komast áfram með sér boltan út af. Hann leið og hann flautar, hann var fyrir að telja, hann er fljótur að taka þetta. Víkingarnir pressa á hérna. Kristinn með fremstur og Alfreð vinna boltan Kenan, en framararnir vinna boltan tilbaka. Sending langt fram en langur bolti, en boltinn út af. Það var það Kenan, nei, segi ég, Hafnir, hann spilar honum hérna aftasti maður. Kenan hérna hægra megin, hér er boltinn ekki farinn, Framarar að vinna boltan, keyra hér upp, missa boltan. Það var það við, ekkert eftir þetta, vel gert hjá Kenan, hann er góð með boltan. Alfreð, opið skot, til skotið, en þetta er varið. Allir Fannar í markinu. Eins og við sjáum þá geta þeir skipt inn á hvernig sem er. Hér tapaði boltanum, góð pressa hjá Víkingum og vel varið og glæsilega varið aftur hjá Vigni. Nei, ég segi Allir Fannari. Þetta er hinum einu og hér er Kenan með skot, en það er framhjá. Langur bolti beint, nei hann fór út af. Markmaðurinn má kasta alveg eins og hann vill þetta. Það er Alfreð. Kenan og Alfreð reynir að bæra þessum boltan. Þorsteinn kemst hann að boltan, en þeir halda boltanum. Kenan með boltan, gefur boltan Þorsteinn, hann reyna að gefa hann út, en Framarar Arnór Daði kemst þarna milli. Alexander Már hún inn á Eyþór, Arnór Daði og hér er skot framhjá og Ingólfur sem er fyrirlið. Löngsending. Eyþór missir boltan út af og Alfreð biður skiptingu. Innan kemur leikmaður númer 4. Það er Óttar Ásbjörnsson. Óttar missir boltan, fer á honum út af, eitthvað sem að Framarar eiga. Það er rólegt yfir brotunum hérna núna eftir þetta leikhlé. Já, við Framarar, hann má markmaðurinn ekki fá til boltan tilbaka. Þetta er skemmtileg regla. Hér er löng sending, en boltinn út af og markmaður á hann.
Og hérna á eftir hér er Þorsteinn. Fyrir komið færi en fín varnarvinna hjá Frömmurum. Það er jú svo leikur hér á eftir. Seinni undanúrslitaleikurinn, það er Leiknir KB gegn Selfoss. Selfossingar unnu örugglega í áttalega úrslitum. Þessi bolti vel yfir Selfossingar unnu Hvíta Riddarann 10-8 og 50 yfir í hálfleik. Þetta er líklega eini leikurinn sem var eitthvað spenna í. Hinn leikinnir enduðu nokkuð öruggur sigur hjá andstæðingunum. Þar af unnu Leiknir KB unnu Kormák Hvöt 11-2. Sá leikur byrjar kortir í 2 hér á Sport TV. Og svo erum við með leikinn á morgun í karlakvenna. Það var fínt spil og þarna var opni. Framarar með skot fyrir af Tómas og út af. Það var það spinnan. Sendingin í en sér bolt út af og Víkingar eiga engastið. Nei, eitthvað misskilningur þarna. Dómararnir held að Víkingur á að koma við boltan. Ég held að það er ekki rétt en mann gerir mistök. Hér er Ingólfur, hann er komast í gegn en næst því ekki. Boltinn út af og Framarar eiga engast eða þessi slæm bolti og Þorsteinn senda hann hérna og glæsileg markaslag. Boltinn rangur bolti hérna. Það er ekki verið að ganga upp hjá Frömmurum, það er ekki búin að skora hér í dag og Víkingarnir farið átt þennan leik að mestu. Það er Ingólfur. Sendingin í missa bolta, Þorsteinn tekur boltanum. Emir kominn inn aftur hérna. Það missir slæm sendingi á Emir en vinnur boltan strax aftur. Óttar og Emir kominn í sóknina. Tómas. Emir vel spilað en Framarar komast inn í Þór. Það má senda varnarinn, já, hann áttar sig á því. Delur dómarinn. Skemmtilega gert en Þorsteinn undir boltan. Emir einn á móti markmanni. Þeir voru að skipta en skiptingin var í lagi. Sigurður Kristján fór hérna og reddaði þessu.
Kemur sendingin alveg tilbaka. Alfreð komin inn aftur. Hann missir slæm sending, en boltinn alveg tilbaka. Löng sending. Hér skot, en Vigni verið þetta. Leikmaður númer 15 komin inn á framröðum Axel Freyr Harðarsson. Sigurður Magnús Axel Eyþór innan núna hjá framröðum. Víkingarnir mjög öflugir varnarlega. Láta ekki mikið af mörkum á sig. Mikið sending, en þetta les Tómas og er komin hér 3-2 og Vignir verið þetta. Nei, Atli fann að sig. Atli fann í markinu hjá honum hjá fram. Vignir í Víking. Hér Víkilbarda. Hann bara að vinna boltan. Hér upp. Og missa hann. Það var Alex Freyr Elísson komin inn á. Nafni hans nafnarnir hérna inn á númer 15 og 10. Alex Magnús að koma boltanum áfram og svo boltan aftur. Þetta er samverja Alex Freyr missir boltan hana og dauðafæri Heimir og reyna að chippa honum hérna, en það gengur ekki eftir, en Atli fann að vera þetta og það er hot. Kloppi, skemmtilega gert, en Víkingarnir vinna boltan. Fimm og hálf mínúta eftir að fyrir hálfleik. Óttar kemur boltanum tilbaka. Þetta er Heimir Þór sig. Óttar er númer 4. Og það Magnús missir boltan út af og engast sem að Víkingar eiga. Magnús búinn að vera duglegur hérna. Þetta vilja minna boltan af út af, ekkert dæmt. Tómas boltan tilbaka, þarna er aukaspyrna dæmt og fjórða brotið staðreynd. Leðið flötað að þá byrjar að telja. Skot og það er vel framhjá. Og hér er brot, hlýtur að vera eitthvað. Nei. Dómarinn þetta er ekkert bjóðs þarna, ekki dæmt. Leit ekkert vel út, en ekki dæmt á þessu sinni. Það er Tómas reyna að koma fram hjá. Þetta er brot og það er 5. brotið. 5 brot kominn og það er því næst 10 metra víti sem að Víkingar fá.
og það Alex Freyr á nafna sinn. Hann vinnur boltan. Eitthvað sem að framar eiga. Admir gerir sig kláran að koma inn á hjá Víkingum. Hér brot á Víkinga. Thomas Lúpa brotlegur og brotið hér á nánast sama stað og víti tekið. Þetta punkturinn sem við sjáum. En það varnarveikur sem að með að vera með núna, það sem eitthvað sem það. Sjá hvað getur gert á þessu. Nú 4 sekúndur til taka á hann aðeins skotinu en það fer af varnarvegg og út af. Og einhvers tekið frábær tækni hérna í Alex Frey en boltinn tapaður en vinn strax aftur. Og það leikli sem að Víkingar ætla að taka næst. 3 mínútur eftir. Það vildi meina að þetta villist tekið þarna. Það var Magnús, hann að vinna boltinn alveg tilbaka. Það var vel gert, boltinn langur fram. Admir. Löng sending. Heila skot og það byrjaði að telja dómararnir. Þessi sending skelfileg en það reddast þó. Alex Freyr. Boltinn út af Alexander Már. Missi boltan og þá fá Víkingarnir leikli. Og Júp, ætlaði að fara yfir sín mál hérna með sínum mönnum þegar 2:47 eftir af fyrri hálfleik. Framarnir hafa ekki fengið neina alvöru færi í þessu leik og hann biður að vera ekki inn á vellinum. Að drekka, sýnist mér. Dómararnir eitthvað skipta sig á málum. Það víst þeirra hlutverk. Staðan 3-0. Heimir, Tómas og Þorsteinn búinn að skora fyrir Víking Ólafsvík. Og næsta brot sem Framarar gera þá fá Víkingar víti, 10 metra víti. Þá getur leikur hafist að nýju. Víkingarnir á góðri leið með að komast í úrslitaleikinn. Unnu Stálúlf 15-1 í gær. Þeir eru Íslandsmeistarar og eru líklegir. Það var Kristinn missi boltan hana og Dúlur innan tilbaka. Admir sterkur, Þorsteinn missi boltan frá sér. Alexander, Ingólfur og ég ekki með skot og það verður það vel í markinu á Vignir.
Sjáum við Atla Fannar hérna. Hann er hérna komin alveg við línuna á sínum vallahelming. Hann má taka þátt í sókninni en þá er hann að vera í eina vallahelmingi Víkinga. Hann kemur Kristinn og tekur skotið og það er framhjá. Lungsending Þorsteinn. Hann er að koma boltanum hérna á Arnir en því ekki. Boltinn út af Víkingar eiga einkast. Spinnu, það er ekki tekið með höndunum, það er sparkað. Sem er sending Kristinn. Hann er að snúa, taka skotin að því en þessi bolti út af og markmaður á hann. Nei, hann er ekki sammála því. Það er innkast á Eyjúb. Þetta vilja sér þarna. Og sending á döðfæri. Nei, þú færði ekki betra að færa þetta. Enginn í markinu og Admir Kubat setur hann í stöngina. Þetta var dýrt að klúra þessu. Hér er brot vantarlega eitthvað. Nei, ekki dæmt. Ég vil halda það. Það hefur verið í lagi að dæma þetta en dómarinn rétt að eiga sig. Á mínútu eftir kemur skemmtileg sending. Emir. Úff. Þetta ekki dæmt þarna. Framávið Grimmir. Ingólfur. Eyþór tilbaka á Alexander Má. Alexander með skotið. Það er að varnarmanni 50 sekúndur eftir. Fyrir hálfleik. Staðan 3-0 fyrir Víkingó. Sendingin í og hér er Vignir Dúlur. Gefum boltanum í leik. Kristinn með sendingu fram og Þorsteinn reynir að taka hann niður. Heldur honum út með boltan og Kristinn! Vel varið hjá Atla Fannari hana í stöngina. 34 sekúndur eftir 35. Boltinn stoppar, eða tíminn stoppar að sjálfsögðu þegar boltinn út af. Kristinn reynir að koma honum aftur á Þorsteinn, herði ekki. Kemur löng sending. Þessi bolti tapar nánast strax. Og það má segja nánast í hvert einu skipti sem að Framar reyna þetta Atli Fannar lönga sendingu fram, þá eru Víkingarnir fljótir að vinna boltan. Það hefur ekki gengið upp hjá þessi taktík. Og Þorsteinn heldur boltinn út af og enga sem Framar eiga. Tíu sekúndur eftir. Kemur löng sending. Boltinn út af. Já. Vitlaust tekið, boltinn rúlar inn á. 4 sekúndur eftir. Byrja að telja. Hér kemur hann með skot og Atli. Boltinn langt yfir og Vignir reynir hérna. Já, 3 sekúndur eftir.
maður býða til flautinu þegar boltinn fyrir út af og þessi boltið út af þá fyrri hálfleik lokið, staðan 3-0 fyrir Víkingó gegn Fram og það voru Emir sem að skoraði fyrsta markið, annar markið skoraði Tómas Lúpa og þriðja markið skoraði svo fyrirliði Þorsteinn Már Ragnarsson. Þar við stendur eins og og við komum með seinni hálfleikinn innan tíðar, þannig að það ekki langt, en við tökum okkur smá hlé á meðan. Það Toyo í kortunum, hvernig sem viðrar. Toyo harðskjaldekk öryggi allan hringinn. Bílabú Benna, Nestek og öll betri hjólbarðarverkstæði. Það alveg magnað hvað þú fær mikið núna fyrir 12.000 krónur. Þú getur meira með Símanum. Allt sem þú þarft að vita bíó getur þú haft í Símanum. Náðu í nýja Sambíó-appið og þú getur kynntir hvað í bíó og keypt miða. Í appinu úrval leikja, auk þess getur þú snúið lukkuhjólinu einu sinni á dag og það hægt að vinna bíómiða og fjölda annara vinninga. Náðu í Sambíó-appið, það margborgar sig. Jæja, gerist það. Jesús minn, það sem þú leggur ekki á þig að trufla mig, sko. So today I'm meeting the father of my stepkids. Am I nervous? Holy... Did you see Dad's motorcycle? Right? Yeah. Really? She's a lot of bike, man. Why don't you go get her shirt on? Watch out, watch out! Looks like we got ourselves a good old-fashioned dad-off. Tell Megan this is for you. You picked the wrong leisure activity, buddy. Clear! There's a zombie! Daddy's Home, komin í bíó. Ljósveitan fer að mestu eða öllu leyti ljósleiðara og með henni á íslensk heimili háhraðatengingu sem ber alltaf 5 háskerpu myndlykla og önnur nettengd tæki fjölskyldunar. Yfir 80.000 heimili allt land eiga nú þegar kost á ljósveitunni og yfir 1000 bætast við í hverjum mánuði. Hvað með þitt? Fáðu þér ljósveituna hjá eftirtöldum aðilum. Míla. Nú farðu ljúffenga pönnupítsu á Dominos. Sérlaga deig, stökk, skorpa og tvöfalt laga osti. Þú bara verður að prófa. Dominos. Notaðu N1 kortið og að þú ert ekki með það, nældu þér í 1 á n1.is. N1. Hluti af daglega lífinu. Reytir fasteignafélag stærsta þjónustufyrirtæki landsins á sviði útleigu atvinnuhúsnæðis. Okkar starf fer að finna fyrirtækjum réttan stað og skapa þeim hentuga umgjörð utan starfsemi sína. Við sérhæfum okkur í þjónustu og rekstri atvinnuhúsnæðis með áherslu á verslunarhúsnæði, skrifstofuhúsnæði og hótelbyggingar á höfuðborgarsvæðinu.
Jæja, velkomin aftur á skjánum, seinni hálfleikur að hefjast. Það er styttri hálfleikur en lög gera ráð fyrir en við erum klárir og leikmennir eru klárir, þannig að það var ekkert við stöðun en að byrja hann seinni hálfleik. Staðan 3-0 Víkingum í vil og spurning hvort að Framar að ná að koma tilbaka og setja nokkuð mörk og þess að hrista upp í Víkingunum. Þeir hafa haft góð tök á þessu leik og virðist ekkert verið að fara að tapa honum eins og þeir hafa verið að spila. En spurning hvað verður Þorsteinn Hallfreð með langa sendingu yfir á Tómas. Tómas reynir að koma hann tilbaka, kemur hann tilbaka. Höngsending frá Vigni. Þorsteinn tekur við honum, reynir að fara gegn 2, gengur ekki upp og skemmtileg tilþrif hana hjá Eyþóri en Víkingarnir strax búin að vinna boltan og Emil á Þorsteinn með sendingunni og mark. Alfreð skorar. Glæsilegt spil hjá Víkingum. Og það og villist á klukkunni er 4-0 ekki 3-1. Ég laga það já. Sending frábær markværsla hjá Vigni í markinu. Og það er hot. Taka þetta stutt, boltið tilbaka hér á Alla. Hann má þetta. Hann er sóknarmegin. Þeir þurfa ekki að nýta sér þetta bara betur. Það er alltaf mjög gott að vera með góðan skotmann í markinu líka.
Það var alltaf hann í gamla daga þegar mörkin voru stærri. En þá voru markmennir notaðir mikið. Alfreð heldur boltanum. Þorsteinn. Alfreð tekur skotið, vel varið, heldur boltanum eða hvað. Boltinn út af og það útspark. Ingólfur. Það Sigurður með skot en þetta beint í varnarmenn Víkinga. Þessi bolti inn á Sigurður tapar boltanum. Kenan kemur boltanum tilbaka. Tómas Þorsteinn. Kenan aftur. Spilaði á Víkingum, tapar boltanum reyndar hérna en hér Alfreð kominn upp á endamarkum en Alli Fannar tekur þennan bolta. Ingólfur dauðafæri hérna á kantinum með skot og skemmtilegt skot en það var rétt framhjá hjá Eyþóri. Og byrja Víkingar fá hér góða pressu. En innkast sem að Víkingar eiga. Þessi bolti út af Framarar innkastið. Löngsending. Þarna reyndi Eyþór að stýra honum þarna. Gekk ekki að halda honum. Þorsteinn fer vel með boltan. Það ekki koma honum áfram á Samherja. Kenan fyrirgjöf en boltinn út af innkast. Það að Magnús það tapar boltanum hérna. Víkingarnir pressuðu en þessi bolti út af og markspyrna. Þorsteinn góður að halda bolta. Kenan Alfreð alltaf tilbaka Tómas. Tómasinn að koma honum áfram, gengur ekki upp, frábær pressa hér á frömmurum en hér kemur Alfreð. Henni frábærlega gert hjá Eyþóri. Stýrir þessum út af skiptingu. Það hana. Leikmaður númer 9 Helgi Guðjónsson sem komin inn á. Alex Freyr Axel Freyr ekki upp. Það ekki nafnar, bulli mér, ég rugglaði þessum X-um alltaf hérna. Þetta Alex og Axel, þetta ekki nöfn sem ég get hef náða að tilengja mér. Leikmann nr. 10 heitir Alex Freyr, leikmann nr. 15 heitir Axel Freyr. Það sé alveg á hreinu. Hér Magnús. Og vel gert og tekur skotið en Vignir verð þetta að halda hreinu þetta eins og hann standa sig vel í markinu. Og þá var það Helgi sem tekur þetta. Axel Freyr með honum. Það var skotið en það víðsfjarri. Það var Kristín tapar boltanum. Magnús kloppar hann það. Axel og Alexander. Helgi reynir að fara henni gegn.
Það nota hendur þannig full mikið en ekki dæmt. Vel gert. Já, framverður ekki Helgi. Losa boltan en þessi út af og Framar eiga einkast. 4-0, 15 mínútur eftir af þessu leik og Framar strax búinn á boltanum. Það kemur stungu þess að með Magnús kemst inn í boltan, tekur skotið en það kemst ekki gegnum vörðina. Kenan þarna velvakandi, Kenan Turidja þetta sé nú rétt hvorið fram. Vel spilað. Það vilja fá brot hérna, ekki dæmt. Helgi reynir að vinna boltan aftur. Skemmtileg tilþrif hérna hjá Víkingunum og hvað? Ekki dæmt að jú það er aukaspyrna. Það er bara engast. Nei, það er fá brot. Framarðir komur að núlast út í hálfleik þannig að það er ekki víti og hér er skot en Magnús gerir vel, kemst fyrir. Já, þá getur að taka það fram að það núlast út þessi 7. brotið eða 5 brotin sem voru komin á Framara. Þeir þurftu að brjóta einu svona af sér í viðbót, þá hefði Víkingar fengið víti á 10 mínútum en það núlaðist út hér í hálfleik. Þeir eru búin að brjóta einu svona af sér. Þetta er þessi íþrótt ekki tekið jafn miklum framförum að segja á Íslandi. Það sé í vinsældum. Það er nú mikið notað erlendis á yngri krökkum. Boltinn skoppar lítið og krakkar eru þá að ná góðri tækni. Eins og þarna, hér er brot. Halldór Jón hérna með fín tilþrif. Og það var 1-1 í brotum. Axel. Það verður gert hjá Víkingum, vinna boltan. Nú boltan við leik, Kenan tekur skotið, það er vel framhjá. Kenan skiptir út af og Emir kemur inn á. Þannig Magnús að reyna að fara í gegnum. Heldur boltanum. Kloppi gerður frábæla gert en þarna hefði Helgi þurft að gera betur. Magnús Snær með glæsileg tilþrif en náði þeir ekki að nýta sér þetta dauðafæri sem þeir fengu Framararnir. Hann var ekki búinn að koma við hann og þetta er í boði. Löng sending. Framarar halda boltanum. Axel leitar á skotinu. Kristinn gert fyrir hann. Það var Halldór Jón. Hann getur farið vel með boltan en gerði það ekki þarna. Hér er ekki dæmt. Boltinn út af. Eyjúb skilur ekkert í þessu. Tómas vill meina að hann hefur verið brotið á honum en hann dómarleiksins hlustar ekkert á það. Hann er ekki sammálaði. Hér er Emir, þetta er framhjá Helga. Sendir hérna yfir á Kristinn en Kristinn er ekki að halda þessum bolta. Og hér er góð pressa.
Kristni en Alex. Úff. Þetta hættulegt og Framarar brotlegir. Já, þetta er maður brot eftir á en Framarar að halda boltanum. Þessi bolti út af 2-2 í brotum. Góð sending hérna, skemmtilega skallið heimi en þeir ná ekki að nýta sér þetta. Víkingarnir 4-0 yfir, 12 mínútur eftir. Víkingarnir er strax búin að vinna boltan en þessi út af. Það var Arnór Daði, Ingólfur, Eyþór. Emir pressar vel á hann hérna. Eyþór tapar boltanum á skelfilegu stað og Emir skorar. Já, þessu öll mark og hugsa sketur. Frábær pressa hjá Emir og staðan er 5-0 og Helgi er að fara í gegnum 2, gengur ekki upp. Kristinn, Emir, Tómas og Kristinn. Þeir þurfa ekkert að flýta sér. Víkingarnir eru með þennan leik alveg í hendi sér. Þetta voru slæmistök hjá Frömmurum. Eyþór ætlaði hérna líklega að senda á markmanninn en náði engu. Náði ekki að koma boltan alveg frá sér og bolti drafst bara hérna beint fyrir frá fætunar á Emir og hann potar bara í markið. Þannig að bolti tekið Vignir. Það er Ingólfur. Þarna er Ingólfur aftur. Arnór reynir þarna að vinna boltan. Sjáum við ekki eitthvað. Jú, það var brot. Framarar. Það er Framarar brotlegir, Víkingar. Jú, ég held að Framarar sé bara verið með 2 brot. Nei, allavega að skrá 3 brot hér upp á töflunni. Víkingarnir. Emir. Boltinn út af. Jú, það er búið að laga þetta. Framarar bara með 2. Það var brotið hér á Frömmurum. Víkingarnir með 3 brot á bakinu. Þessi bolti út af og Víkingar eiga innkast. Kristinn skokkar eftir honum 10 mínútur eftir af þessum leik. Þessi bolti út af. Það var það Víkingarnir, Emir, boltinn baka á Tómas, Kristinn, Tómas aftur. Framarar sækja hér, pressa á þá.
En Víkingarnir fljótur að vinna boltan aftur og hér 2-1. Kristinn með færi en boltinn yfir. Ná ekki að stýra þessum bolta að markinu. Frábær sending en vel bjargaði á Tómas. Þorsteinn kemur inn á fyrir Kristinn. Skot. Heil yfir frá Eyþóri. Koma framarar, boltinn pressar út af og Víkingar eiga engastið. Já, eins og ég segi, þetta fjórir riðlar sem verða að spila síðan í nóvember og eitt riðlinn bara þrjú lið. Þannig að það er hægt að bæta við liðum. Eins og sé, þeir hafa ekki verið að ná að fylla upp í þessa riðla og það er alveg hægt að taka þátt í þessu. Álftanes vann þann riðil með sending en ekki nógu vel klárað þarna hjá Óttari. Boltinn vel yfir. Sækja framarar, skot í hliðarnetið, Kristján Atli með skotið, Þorsteinn Óttar, Þorsteinn aftur, Þorsteinn með skalla og að verið í markinu, glæsilega verið hjá Atla Fannari. Tómas pressar hérna. Boltinn út af. Nú Kristján aðeins og ónákvæm sendingan það. Þorsteinn, boltinn tilbaka, Heimir, Tómas með tap á bolta, Magnús, Kristján, reynir að fara hérna auðvitað verð, tekur skotið en hann verð þetta og það er hot. Óttar kemur út af Alfreðinn. Fín pressa en Víkingar eiga engastið 8 mínútur eftir. Löng sending, Þorsteinn með skalla en bolti framhjá. Hann var tæpur þarna. Eyþór með hælsendingu en Heimir kominn tilbaka. Þorsteinn heldur boltanum. Alfreð í barðinni, hér kemur Eyþór með sendinguna fram. Heimir vinnur hann, fær boltan aftur. Reynir þarna skemmtir tilrif en vinnur boltan tilbaka. Og svo boltan hér, Jarnir með honum. Víkingarnir verða klárir fyrir, það er að segja, þeir útlendingar sem voru í fyrra verða áfram í sumar í Pepsi-deildinni. En kannski eina sem að vafatriðir hvar Mummi spilar, Guðmundur Reynir. Hann er samningsbundinn KR og spilar ekki með neinu liði Pepsi-deildinni nema KR. Líklegt að hann fari að lána eitthvað í fyrstdeildina. Það Helgi boltan tilbaka, Ingólfur
Atli og Helgi hér með slæma setningu, ónákomin setningu. Þetta kemst neðra pota í boltan og það er innkast. Þetta var vitlaust tekið, boltinn rann hérna inn á og þá fá Víkingarnir bara innkastið. Og hann er ekkert að fína við þetta. Hér kemur Emil og missir boltan út af. Og Ingólfur Magnús er að fara gegnum Þorsteinn, gengur ekki upp. Helgi næstum búinn að vinna boltan, pressaði hérna fram að þér, boltan tilbaka, löngsetting fram og fram heldur boltanum. Það er Magnús, Ingólfur, vendingu, en þetta Kenan sterkur, gefur boltan Alfred, tilbaka á Arnir, þeir róa þetta niður, ekkert að drífa sig, 5 mínútur eftir, góð spil hjá þeim, Alfred, sjá hann döða frí þannig að Þorsteinn, aftur á Alfred á aftur, hann nær hérna lillu skoti, Þorsteinn, jöp, ósáttur. Eyþór fær gulspjald á bekknum fyrir kjaft. Eyþór Helgi kásóttu dómgæsluna og það er gulspjald af launum. Og hann að kynna Alfred, vel gert í Alfred, heldur boltanum. Hvað gerir hann? Gefur boltan á Þorsteinn aftur og Alfred skorar, frábært spil á Víking og staðan orðin 6-0 fyrir Víkingum. Fimm mínútur eftir. Víkingarnir gríðarlega öflugir hér í fútsalinu og hafa reynslu, mikla reynslu. Íslandsmeistarar voru í Evrópukeppninni og stóð fram og hér er Alfred aftur og hann er ekki að koma boltanum í netið og er byrjað það. Það var bara að skjóta, já. Staðsettur hann Vignir í markinu. Næsti farinn. Það var að Framarar reyna að koma inn einu marki allavega í þessu leik. Það var ekki mjög líklegir. Einhver dauðafæri og kannski Helga en hann skaut yfir. Hér er Helgi. Það er öxl í öxl, ekki dæmt. Kristján Ingólfur tapar boltanum þarna og skotbrot. Það er leikli. Hér var hann Leifur Þrastason með góða pressu og vann boltan en brotið á honum og Framarar komnir í 4 brot. Spurning hvað ekki ólíklegt að það verði 1 víti í þessum leik, 1 ímyndarvíti. Menn er tapar 6-0 þá geta menn orðið pirraðir og það þarf ekki nema 2 brot í viðbót og þá eru Víkingarnir komnir á vítamótin.
Framararnir með Víkingarnir með 3 brot á framara og þeir þurfa þá að brjóta þessari viðbót af sér Víkingarnir til þess að framara fái víti. Hér Kenan Durdia sem ætlar að taka skoti bara. Hadmir Kubat hérna með honum vinstra megin. Spurning hvað verður úr þessu. Hér skot en það fyrir að varnarvögnum og út af. Gjöfið sending á Leo, hann missir boltan út af. Og koma framarar. Víkingarnir pressa hér. Helgi vel með boltan. Halldór Jón hérna og Helgi komin fram. Axel Freyr og Arnór Daði. Arnór með skot og frítt skot og hérna var þessi Helgi með skotið sig og Halldór Jón óöfnir hérna ná ekki frákastinu. Það var Óttar. Nei, hér sé ég Heimir aftur. Reynir sending hérna á Leo. Hefði mátt taka skotið bara. Löng sending. Skalli. Leo. Boltinn út af og Víkingar eiga einkastið. Hér óöfnir hérna. Hann Admir ætlaði að leggja hérna á Leo Örn en allt of fastur bolti. Skot og hann varðan þetta ekki. Ég held að hann hafi tekið hann með hendinni. Sýndist það. Jæja. Svo minnum við á næsta leik. Leiknir KB gegn Selfoss og hann hefst klukkan korter í 2. Það seinni undanúrslitaleikurinn. Hvaða lið mætir Víkingum í úrslitaleiknum sem fer fram á morgun. Þessi bolti út af. Það var það Víkingar. Það reyndi Kenan að finna Leo. Gekk ekki upp. Boltinn tilbaka. Heimir. Kenan. Boltinn alveg tilbaka. Löng sending fram en þetta vinnur Alex. Já, svo eins og ég segi minna á morgun á úrslitaleikur kvenna. Hann byrjast korter í 12 og úrslitaleikur karla 1:30 beint á Sport TV. Þetta skelfilegt engast og Heimir dauðafæri en allir verið það. 2 mínútur eftir af þessum leik. Staðan 6-0 og Víkingar hafa ráðið lögum og lofum hér í þessar viðureign. Framar ekki átt reik. Hér brot eða eitthvað. Ekki dæmt. Alex missti boltan og sparkar hér í rauninna. Brjálaður. Koma Víkingarnir 3-2 hér.
Heimir með skot, það ekki að halda hann niðri og yfir fyrir boltinn. Það er hásending. Helgi, nei ég segi Halldór Jón. Halldór Jón aftur, Emil keyrir hann með honum, Halldór Jón heldur boltanum inn á. Boltinn út af, það er hopp. Taka þetta stutt eins og svo oft áður. Það er ekkert að dúndra honum inn í hóðanum hér. Það missi boltan þetta, hann Alex, Tómas, Leo, Tómas aftur, Óttar. Boltinn út af og Víkingar eiga boltan. Kemur löng sending en gengur ekki upp þessi bolti út af. Víkingarnir eiga þetta. Mínúta eftir. Óttar. Missir boltan út af. Og þá koma framara, náður að setja eitt marketna á loka mínútunni, nei, þetta var ekki nógu hnitt með því á Alex Frey. Óttar missi boltan að undir sig, boltin alveg tilbaka á Allafannar, Tómas, Óttar, Heimir, Leo reynir að koma til boltan tilbaka en Halldór Jón kemst þarna fyrir. 30 sekundur. Þeir lengra að líða oft þessi boltin er mikið út af, hann stoppar tíminn. Vignir, Leo með sendinguna á Óttar en allir fannar grípur þennan. Það var það Halldór, Alex, Axel, Halldór, það kom fram hjá Tómasi en gengur ekki upp. 8 sekundur eftir að þessu leik, Víkingarnir komnir í úrslitaleikinn. Og bara spurning hvort það var leiknir KB eða Selfoss sem að mæta þeim. Fimm sekundur eftir. En á líklega ekki skoti hér. 2, jú, en þá er leik lokið með sigri Víkinga Ólafsvík 6-0 og það var Emil sem að skoraði 2, Alfred 2, Tómas og Þorsteinn svo 1 hvor og Víkingarnir eru komnir í úrslitaleikinn og við munum sýna hér seinni viðureignina í undanúrslitum eftir cirka hálftíma, 20 mínútur og þannig að farið alls ekki langt. Við tökum okkur stuttli og komum svo með næsta leik. Það er Toyo í kortunum, hvernig sem viðrar. Toyo harðskjaldekk, öryggi allan hringinn. Bílabú Benna, Nestek og öll betri hjólbarðaverkstæði.